Já, þetta var gríðarlega stórt og skemmtilegt ár hjá taekwondo-deildinni núna sem var að líða. Deildin var náttúrulega 25 ára og við héldum áfram þessari sigurgöngu sem við höfum verið á undanfarin 5 eða 6 ár. Það segja að við verðum Íslandsmeistarar og bikarmeistarar í bardagafélag og eignumst alltaf fullt af nýjum Íslandsmeisturum. Eins unnum við núna til gullverðlauna á þremur alþjóðlegum mótum. Þannig að þetta var rosalega gott ár hjá taekwondo-deildinni. Já, deildin er stofnuð 2000 af Sigursteini Snorrasyni og hún sem sagt hefur verið að flakka á milli húsnæða núna í ansi langa tíma, en við erum búin að vera hér í bardagahöllinni ásamt boxinu og júdóinu síðan 2020. Við erum að vera að klára núna 5. árið okkar hér og hér líður okkur alveg gríðarlega vel. Hér eru aðstæður bara eins góðar og getur hugsast. Þannig að þetta hefur verið kannski akkillesarhæll deildarinnar að við höfum aldrei verið með neitt svona fast húsnæði. En hérna erum við alveg gríðarlega ánægð og okkur líður vel hérna. Það sem kannski háir deildinni er að við eigum náttúrulega ekkert keppnishúsnæði, þannig að við erum svolítið á flakki þegar við erum að halda mót. En það er nú ekkert sem er ekki hægt að redda. Já, deildin vex hægt og örugglega. Ég held að við höfum sett okkur markmið að það séu svona það bil 5–10% aukning á ári og það er að ganga eftir. Við erum sérstaklega stolt af því hvað margir iðkendur okkar eru með fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn. Það er að segja að koma alls staðar af, þannig að það eru töluvert mikið af tungumáli sem við talað hérna stundum á æfingum. En hátt í 40% iðkendur okkar eru með það sem við segjum kannski ekki íslenskt föðurnafn. Þannig að við erum gríðarlega stolt af því að hérna greinilega líður öllum vel. Rekstur deildarinnar, grunnstarfi, rekstur grunnstarfsins er gott. Það er að segja að við höfum haft það leiðarljósi að vera með æfingagjöldin eins lág og mögulegt er. Þannig að allir hafi tækifæri til þess að mæta. En það er hins vegar háir okkur kannski mest er að keppnislið okkar sem er að fara erlendis að keppa, það er að borga rosalega mikið úr eigin vasa. Þannig að við erum næstu stóru verkefni hjá okkur verður að finna styrktaraðila fyrir keppnishópinn okkar. Við förum með keppnishópinn 3 til 4 sinnum erlendis á ári, þannig að þetta safnast fljótt upp þegar þessar ferðir eru. Reykjanesbær styrkir iðkandan 40.000 krónur ef landslýsverkefni er að ræða, sem er frábært viðbót. Þetta dugar fyrir keppnisgjöldunum yfirleitt, en þannig að flugfær og gistingar eru allt sem okkar iðkendur eru að borga sjálfur. Og það er okkar draumur að geta búið til umhverfi þannig að iðkendur þurfi ekki alltaf að borga allt sjálfur. Og þess vegna það verður verkefni næstu stjórnar að finna styrktaraðila fyrir deildarina. Finna einhvers konar samstarfsverkefni. Og það er okkur sann ánægja að segja frá því að við gerðum samstarfssamning núna við TUSA Ísland sem flytur inn bardagavörur og galla. Þannig að okkar iðkendur geta keypt af þeim á sambarilegu verði og við vorum að bjóða upp á vöruna. Og TUSA Ísland mun síðan sjá deildinni fyrir í raun og veru öllum æfingabúnaði sem hún þarf.
En það var gríðarleg lyftistöng fyrir bardaíþróttir á Íslandi að gera þennan samstarfssamning. Og helst myndum við vilja gera fleiri samstarfssamninga við önnur fyrirtæki á svæðinu.